Æfingar eru nú að hefjast á söngleiknum Mystery Boy sem leikfélag Keflavíkur hyggst frumsýna í apríl, en höfundurinn sem byggir verkið á eigin reynslu er tónlistarmaðurinn Smári Guðmundsson. Við lítum við á fyrsta samlestur í frumleikhúsinu og tókum höfundinn tali. Ég tók eftir þegar þú kynntir í kvöld fyrir leikátnum að þú notaðir ákveðna kynningu. Já, ég kynnti mig sem Smári. Ég sagði hæ, ég heiti Smári og ég er alkohólisti. Og þetta tengist kannski tilur verksins, eða hvað? Jú, ég fekk hugmyndina af þessu verki eftir ég kom með meðferð fyrir 16 mánuði síðan. Þá langaði mig að gera kveðjutónleika af ákveðum karakter sem er búin að vera nálægt mér. Og eftir ég fór svona að kafa meira og meiri djúp svona ofan í þennan karakter, þá sá ég að hann mun alltaf vera hluti af mér. Og ég mun þurfa svona meira hjálp honum heldur en að kannski að skilja hann eftir. Og þá svona kviknaði þessi hugmyndum að gera það frekar á söngleik heldur svona kveðjutónleikum. Já, það er kannski næsta spurning. Hver er þessi karakter? Hver er Mystery Boy? Já, það er skemmtileg spurning sko. Mystery Boy fæddist fyrir kring 20 árum síðan eða 18 árum. Og ég notaði hann eiginlega svona dálítið þegar ég var kvíðinn og ég þurfti að fara á svið og allur tónleika, þá fór ég oft í þennan gír, þennan Mystery Boy og faldi mig oft inn í honum sem var svona gaur sem var með mikið mojo og mjög cool og svona dæmi sko, en innst inni var ég bara kvíðinn og bara hræddur sko, en faldi mig bak við þennan. Þannig svona varðilega Mystery Boy til þegar ég þurfti að fara á svið, en þorði ég kannski ekki sjálfur sko. Þú getur verið með og ert með, ég veit ekki hvað þeim að uppljóstra það einu sinni. Þú ert allavega með fleiri en 1 gig á föstudaginn. Já, ég kem hann að... Þú með nokkuð project. Er umbóðsmaður hans Mystery Boy. Og hann mun koma fram ef ég næ í hann, ég er ekki búin að ná í hann þá, en hann var búin að lofa að koma fram. Hann er einmitt einn af þessum földu perlur kannski hérna á svæðinum, ekki margir sem að vita á hana kannski. Já, hann fílaði það sko, það fæst sem vita á hann, hann er reyndar að spila mikið úti. Sáti Arabi og Katar. Það er hans heimastöð sko. En hann kannski gefur sýningunni svona aðeins léttari blæ, mér skilst þetta sé nú ekkert mjög hefðbundið drama hjá ykkur. Nei, ég er svona ákveða þegar ég fór að setja þennan sönglega á svið sko, eins og þegar ég var í minni fíkn og ég var að drekka sem mest sko, og þegar fólk var eitthvað að segja eitthvað við mig sko, hætta, veistu eitthvað að drekka og svoleiðis, þá bara tók ég oftast í öfugt sko. Þannig ég velði svona nálgast verkefnið dálítið skemmtilega og með mikil gleði, og þá sem kannski umgjörðins kannski kringum það sé kannski svona meiri svona forvarnir og svoleiðis, en þá er sýningi sjálf mikil gleði og svoleiðis dæmi og kannski ekki mikið það í sjálfur sýningunni. Þannig að svoleiðis sá ég svona hvernig ég ætla að nálgast verkið sjálft. Já, og við heyrðum hérna áðan hlátrasköllin frá fyrsta upplestri, þannig að þetta lofar góðu. Já, þetta er alveg frábært að heyra að fólk er að taka vel í þetta og mikil orka sem er að myndast hérna, ég finn það sko, og það er alveg frábært. En að detta þetta í hug að semja söngleik, er þetta ekki smá bilun? Jú, þetta er það. Og ég vissi ekki alveg hvað ég er að fara út í þegar ég byrjaði á þessu sko. Ég var bara með þessa litlu hugmynd og alla þessa músík sem var til og langaði að gera þetta að einhverju miklu eins og söngleik sko, og síðan þegar ég fór að skrifa þetta þá sá ég að þetta er miklu meira að gera söngleik en bara að segja það sko. Þannig að ég fór að fara á námskeið og finna mig vitneskju um að hvernig að gera þetta sko, og núna ári seinna þá er þetta svona að mótast frá því hugmyndum á fyrst. Já, viðbröðin eða viðtökurnar hjá leikfélaginu voru bara mjög jákvæðar, ekki satt? Jú, þau voru alveg bara frábær sko, þau sáu kannski eldmóðin í mér hvað ég vildi, hvað þetta mál brennur í mér sko, veist, að reyna að hjálpa það, veist, og skila tilbaka þeirri hjálp sem ég hef fengið og reyna að hjálpa þeim sem voru kannski í mínum sporum þegar ég var sem mest í minni fíkn, og þau sáu það kannski og sáu kannski svona hugmyndunum bak við þetta og hvöttu mig áfram til að halda áfram að skrifa og svoleiðis. Þannig ég er mjög þakkláttur fyrir það. Og hverju geta svo gestir átt von á frumsýningu sem er hvað í apríl? Föstudaginn 13. apríl, það er skemmtileg tímasetning. Það verður mikið fjör og mikið stuð. Það verður svona eilítið dulúð líka yfir þessu. En það er bara þessi gleði sem ég vil smita út inn í hjarta áhorfandans sem ég er svona að reyna að koma til skila.